Þá ætlum við að græja einn leik hérna, fyrir hlutina og hann virkar svona. Þannig að við erum með einhverja fígúru hérna, kalsíustjörnum, og hérna einhverja kúlur sem birtast hér og þar með einhverjum mismunandi hraða og já. En við ætlum síðan að gera þetta og síðan ætlum við svona þess að fínpússa og bæta hann leik við tækifæri. Síðan ætlum ég ef ég snert eitthvað þá byrjum þetta upp nýtt. Ok, þannig við byrjum bara með nýtt project og byrjum bara að búa til 3D object og capsule. Þetta okkar player og það sem við viljum gera við en player að við viljum að fyrsta lagi hann sé ofan á okkur, þannig að við viljum að búa til svona smá leikvellina það svæði og þetta við að gera að búa til einhvern stóran cylinder. Þannig að við getum tekið þennan cylinder, skala hann upp eitthvað svona, bara aftur þetta einhvern veginn svona. Síðan ég búinn að búa til hérna möppu með einhverju materiali. Það skiptir ekki svona með öllu máli hvernig material það en við erum með eitthvað material tilbúin til að henda út af. Kameran, ég ætla aðeins að færa hana til snúinni, eitthvað cirka bát svona. En það sem fyrsta við viljum gera hérna að við viljum geta hreyft þennan blessaða leikmann hérna. Þannig að við ætlum að búa til eitt skrift og forrita það, en áður að gera það þá erum við með kapsúlu hérna og ég ætla bara að smella þetta og rename þetta sem player og ég ætla að bæta við component. Ég vil þetta sé með character controller. Nota þetta til þess að stjórna þessum hlutina og síðan sem ég ætla að búa til forrit, create C# script og bara láta þetta heita player movement. Ok, tvísmella á það, þá opnast Visual Studio og það sem við ætlum að byrja að búa til breyta fyrir hraðan. Ég fer hérna og ég skrifa public float og láta heita hraði og ég ætla bara að setja það sem 0,5 f. Þannig að public þýðir að þetta breyta sem við getum breytt fyrir utan þetta forrit, þannig að við getum breytt í Unity viðmótinu. Float þýðir að þetta tala og við ætlum að láta heita hraði og við erum búin að gefa það gildi 0,5 og þetta komutala þá þarf hérna f að fylgja með. Ok, það sem við ætlum að gera síðan að við ætlum að nota þennan character controller til þess að hreyfa hlutina. Þannig að við ætlum að búa til breytu sem af gerðinni character controller og við ætlum bara að láta heita CC. Það mætti heita eitthvað annað en CC, en við ætlum bara að kalla það CC. Þannig að CC, það verður þessi component sem við erum búið til, þannig að við segjum að CC er sama sem get component, character controller. Ok, þannig að núna alltaf þurfum að vinna með CC að þurfum að vinna með character controller. Herðu, þá förum við í void update. Void update alltaf það sem keyrt í hverju einasta ramma, hún stöðugt að fara í gegnum þennan void update. Þannig að viljum við athuga hvort maður sé ýta á vinstri eða hægri örutakana. Þannig ég segi float, þetta tala, ég kalla það hægri vinstri og þetta tala sem ég fæ í gegnum input-kerfið og hún virkar þannig að ef ég ýta á vinstri takkan þá verður talan hægri vinstri -1, ef ég ýta á hægri öruna þá verður hægri vinstri 1. Ég geri það sama með breytu sem heitir bara upp niður. Það verður input get axis vertical. Síðan sem ég vil
gera að ég vil búa til það sem kallast vektor 3. Vektor 3 sem sagt bara breyta sem inniheldur 3 tölur. Þannig að ég vil þetta sé stefnan, þannig að þetta áttin sem hluturinn okkar fer í. Þannig að ég segja að hluturinn okkar fer í einhverja ákveð hægri vinstri. Ég ætla að segja -1 sem þá beint niður, þannig að ef að við förum fram af okkar svæðun okkar þá dettur hann niður. Gerum svona upp niður. Ok, og síðan ætla ég nú að hreyfa kallan okkar og þá fer ég CC sem okkar character controller, gerir punktur, move og ég segi farði í áttinu stefnu og margfalda þetta með hraði. Svo kemur semikolon í lokin. Við getum ítt á Ctrl S, þá vistum við þetta. Förum hérna inn í drögum player movement á okkar player. Prófum ít að play. Og hluturinn okkar einhvers staðar lengst upp í loftinu. Það góð spurning af hverju það Já, ég veit af hverju það Það sem sagt, þessi sílinda sem ég byggur til, hann með capsule sem lítur svona út. Þannig að þegar ég ítt að play, að þá fór okkar kall hingað upp á. Þannig að við þurfum að velja sílindurinn okkar, sem þetta leiksvæði hérna og við ætlum að henda út þennan capsule collider, remove a hand component og búa til add component og gera hérna mesh collider. Og ef við ítum play núna að þá ætti kallinn okkar að vera hérna ofan á. Það virkar svona. Ok. Næsta sem við viljum gera að við viljum geta láta einhverja hluti birtast inn eða skjótast hérna inn á borðið okkar sem við þurfum svona að forðast. Þannig að ég ætla að búa hérna til tóman hlut, create empty, og þetta á að vera staður þar sem einhver hlutur birtist. Og ég ætla bara að láta þetta heita skotstaður 1. Ok. Og hann hérna einhvers staðar á loftinu alltaf leið. Þannig að það sem ég vil skjóta einhver kúla. Þannig ég ætla að fara hérna í create 3D object sphere. Þannig við erum með einhverja kúla hérna og þessi kúla því við ætlum að skjóta henni þá þurfum við að vera með rigid body. Þannig með hann að valda fyrir add component, skrifa rigid body. Lægt að hafa eitthvað material. Svona. Og það sem ég ætla líka að gera með þetta sphere, ég ætla að taka henni angular track og setja henni 0. Þannig að ég geta hægjast á henni þegar henni að rúlla áfram. Ég ætla síðan að búa til möppina sem heitir prefab. Því að þessi kúla verður prefab, við höfum eftir að láta henni að birtast aftur. Þannig að ég dreg henni hérna inn í prefabið, hendinni hérna. Þá hún þarna ready, en ég ætla að búa núna til forrit sem þannig að við látum þessa kúlu birtast og hún skýst eitthvað hann áfram. Þannig að búum til Caesar script og látum við þetta skjóta hlut. Ég hoppa svolítið fram og tilbaka með nöfn og breytum á forritum með ensku og íslensku, það svo sem allt í lagi. Þannig að hérna forritið skjóta hlut og þannig að ég ætla að búa til nokkar breytur hérna. Þannig ég ætla að hafa þetta public, ég ætla að hafa eitthvað sem heitir hérna public float skot tími. Þannig að þetta sem sagt hversu mikil tími líður á milli skota, það var bara 2 sekundur. Ég ætla að hafa aðra public float tölu sem heitir skothraði. Það verður hversu hratt birtist fer kúlan þegar við skjótum hann af stað. Ég þarf að hafa láta þessi kúlu birtast, þannig að ég ætla að hafa public game object sem verður bara skothlutur og ég ætla að hafa breytu sem heitir tími
sem við ætlum að láta hana athuga hvort 2 sekúndur séu liðnar og þá getum við látið hlutinn birtast. Ok, ég þarf ekkert með þetta start hérna að gera, ég má bara henda því út. En void update ætla ég að nota, þannig að í void update að þá ætla ég að nota þessa breytu hérna tími til þess að athuga hversu mikil tími hefur liðið. Þannig að ég segi hérna tími sé plus sama sem og þetta þýðir að ég að taka breytuna tíma og bæta við hana. Og sem ég ætla að bæta við það kallast time delta time og time.delta time þetta tíminn sem hver rammi tekur. Þannig að fyrir vikið að þetta sé tala tími hérna, þetta verður bara, hún bara að telja sekúndunar. Ok, hann ætla til bara sekúndunar og síðan vil ég setja hérna ef-likju. Hann segir ef að tíminn meiri en skottíminn, þá kemur hérna að opna slaufusugi og þannig að ef að það eru 2 sekúndur liðnar eða meira, þá vil ég búa til klóna af þessum kúlu sem hann búið til áðan. Þannig ég ætla að búa til nýja hlut sem bara GameObject og ég ætla að láta það heita klón. Og það verður saman sem instantiate sem þýðir að ég ætla að búa til klón og ég ætla að búa til klón af þessi við látum heita skotlutur. Þannig að þetta hérna fyrir ofan, public GameObject skotlutur, þetta verður kúlan sem búið til áðan. Hérna sér niður að segja búið til klóna af þessum skotlut, það að segja þessari kúlu, búið til klón. Og síðan ætla að segja að þessi klóni sem ég var að búa til, að staðsetningin á honum, clone.transfer.position, þetta bara staðsetningin á honum, hún svo sama og staðsetningin á þessum skotstað sem ég var að búa til þessum empty GameObject. Þannig að við ætlum að setja þetta forrit á hennan empty GameObject og þannig að við ætlum að setja klónin, staðsetningin á honum verður það sem við erum staðsett. Og síðan ætla ég að fá hérna, fara í klónin og get component, fá rigid body componentin, rigid body og ég ætla að setja velocityið, láta það fara beint áfram, maður gerir transfer.forward en ég fara beint áfram sinnum ykkur skotræði. Síðan sem ég vil gera, ég vil segja að tími verður sama sem 0 og ætla ég að resetta tíman og hann byrja eftir upp á 0. Þannig að ef ég gerir Ctrl+S, save á þetta, dreg forritið skjóta hlut á skotstað. Ok, og þá hérna með skotlutur, þá fer ég bara hérna í prefabið, dreg það hérna inn í forritið og þá ætti þetta hérna, þessi hlutur sem þessi bara tómu hlutur hérna, hann ætti að skjóta út þessum kúlum á 2 sekúndna fresti ef allt hefur gengið upp. Þá kemur hann þarna og við getum sjálfsög fært þetta á einhvern ákveðinn stað. Við viljum hafa aðeins meiri skothraða og við getum snúið þessu líka þannig að þetta skýrst aðeins upp á við, gert eitthvað svoleiðis, bara eins og okkur sýnist. Við sjáum það gerist ekkert þegar kúlan snertir okkur. Þannig að við þurfum að bæta því inn í að ef að kúlan snertir okkur þá deyjum við. Og við skulum þá fara bara aftur inn í hérna forritið player movement og við viljum búið til nýtt fall hérna, þannig að void starter hérna, void update hérna og við viljum fara fyrir neðan það og búið til eitthvað sem heitir void on collision enter. Því bara það að þegar okkar player rekst á eitthvað annað að þá fer hún að framkoma þetta.
við segjum hérna, ok, ef að það sem við snertum, ef að það með tag enemy, þannig að við segjum if collision.gameObject.tag, ef þetta sama sem enemy, þannig að þetta þýðir bara þessi setningina. Ef hluturinn sem við rekast á, ef að hann með taggið enemy, þá ætla að láta svolítið gerast, þannig að hérna kemur slaufasvíi og það sem við ætlum að gera, við ætlum að hlaða upp hérna okkar senu aftur, eða hlaða upp borðið aftur. Þannig að við förum hérna í, við þurfum fyrst að fara hérna efst upp og importa hérna scene management pakkanum. Þá ger ég hérna using Unity engine.scene management. Ok, þessi setning er þá komin hérna efst uppi. Förum aftur hérna inn í if-leikinn okkar. Skrifum hérna scene manager.load scene. Opna svíi scene manager.get active scene. Opna lokasvíi.name. Ok. En við þurfum alltaf að fara það núna aftur hérna í okkar prefabið okkar, kúlun okkar og láta þetta vera með taggið enemy. Þannig ég þarf að fara hérna, smetla á kúlun okkar, svír, fer hérna í tag, það er ekkert til sem heitir enemy, þannig ég ætla bara að fara inn í add tag, fara í plúsin hérna, skrifa enemy, skrifa þetta nákvæmlega eins og áður, stórt E, smetli hérna og svír aftur og fer síðan og vel enemy úr þessum lista. Þannig þegar ít og play þá ætti borðið að byrja upp á nýtt fyrir reksta. Ok. Við skulum gera núna eitt, við skulum taka hérna, við erum með hérna skottstað og við skulum gera duplicate á honum. Þá get ég hafa hann valinn, gert Ctrl D og ég get fært hann hérna einhvers staðar og snúið honum og gert kópera einni viðbót og snúið honum eitthvað. Og ef ég prófa núna að íta á play, þetta er nú bara tveir staðir sem ég gerði þetta náttúrulega. Þannig að þeir koma hérna, ok. Nú, þetta er ekkert sérstaklega spennandi, meira að segja leikurinn er þannig að ég get meira að segja hérna verið kjur hérna með kallinn minn og ég mun aldrei þurfa að hreyfa hann. Þannig að þetta er svolítið fyrirsjónlegt og leiðilegt, þannig að það sem við viljum gera, við viljum að þessi skotstaðir hérna, það sem þessar kúlur birtast, við viljum að það sé á hreyfingu. Þannig að við vitum aldrei hvar þessar kúlur að birtast. En það sem við ætlum að gera, við ætlum að búa til hérna tóman hlut og við ætlum að láta þennan hlut heita snúningspunktur eða eitthvað líka, snúningspunktur og látum hann vera með x gildi 0, y gildi 0 og z gildi 0. Tökum síðan skotstaðinn okkar þessa tvo og drögum þá og láta það vera barn snúningspunktsins. Því það ef ég tek hennar snúningspunkt og sný honum að þá munu hinni staðinir snúast líka og þá er verið að skjóta að mér svona frá öllum stöðum. Þannig að ég búið til forrit sem lætur þennan hlut snúningspunktur bara snúast. Það er eins og allir gera. Þannig að búum til nýtt skrift, create C# skrift, látum þetta heita snúa. Þetta er mjög stutt forrit og förum hérna efst upp, eða ekki alveg efst upp, búum hérna til public float sem heitir snúningshraði og síðan bara láta það hafa gildi 1. Ég þarf ekki void start, hendi því út fyrir void update og segjum einfaldlega transform.rotate, þannig að því bara ætlum að snúa okkur og ætlum að snúa því
lóðréttan ás, þannig að vektor 3 upp er eins og píla beint upp. Við ætlum að snúa því það og ég ætla að gera þetta hérna sinnum snúningshraði. Þannig að seifum þetta, förum hérna aftur inn í drögum forritið snúa á okkar snúningspunkt. Prófum þetta. Ok, þannig að ef ég hef hérna skotstaðinn valinn, við to play, þá sjáum við hvernig hann byrjar að snúast og þessar kúlur sem birtast hérna fara að koma á svona meiri random stöðum. Þetta verður svona aðeins meira spennandi. En það er einn galli við hann leik eins og við sjáum hérna. Hann sá að núna eru fullt af kúlum að bætast við leikinn og það verða bara fleiri og eftir einhver tíma þá fer að hægjast að leiknum af því að koma svo mikið af þessum kúlum hérna. Þannig að sem við viljum gera er að við viljum þessar hlutur eða þessar kúlur hverfi eftir kannski 10 sekúndur því það er alveg óþarf að hafa þessar kúlur hérna endalaust í þessum leik. Þannig að við búum til nýtt forrit, mjög stutt, create C# script og látum það bara heita eyða hlut og opnum það. Eyða hlut og þá þurfum við ekkert void update, hendum því út. Förum í void start og við segjum bara destroy. Þannig að þetta er forrit sem við setjum á kúluna. Og það sem við viljum gera, leið og þessi kúla birtist í leiknum og þá keyrir hún þessa skipun sem segir bara destroy this.gameObject og sem segir maður eftir hversu langa tíma og ég ætla bara að segja 10 sekundur þannig að kúlan mun hverfa eftir 10 sekundur. Seifa þetta og þetta ætla ég að draga á prefabið. Tek eyða hlut, dreg það á okkar prefab. Þannig að þegar ég ít á play núna þá fara þessar kúlur að birtast og það lengist á þessum lista hérna fyrir fullt af kúlum en síðan ættu að byrja að hverfa eftir einhvern smá tíma. Eins og ég þarf líka að breyta leiknum ykkur af því að eins og ég stend núna þá þarf ég ekki að hreyfa mig. Kúluna fara frá mér þannig að maður er að breyta sig ykkur. En þið sjá hérna þessi listi hann er hættur að lengjast af því að kúluna byrjar að hverfa úr honum eftir 10 sekundur. Þá fer ekkert að hægjast á honum þó svo maður sé að spila hann eitthvað hve lengi. Og þá þessum litla leik hann sé lokið hérna en auðvitað myndi maður vilja bæta við kannski hérna einu, tveimur hérna skotstað og breyta skottímanum kannski, breyta skothraðanum, fikta með þær tölur aðeins. En það sem ég vil að ég gera sérst hérna að já, þetta klikkaði eitthvað þannig að segir að bæta við síðast, bara laga það. Kannski aðeins lyfta aðeins upp, gera eitthvað svona. En það sem ég vil að ég gera hérna í framhald af þessu að, já, þetta ekki alveg fullkomið. En það sem ég vil að gera, ég ætla að setja inn text channel inn á Discord og sem ég vil að ég gerið að koma með bara eina hugmynd, einhverja hugmynd hvernig það að bæta þennan leik. Ég held að augljóslega það sem hægt að gera að láta hérna einn af þessum skotstöðum miða hérna beint í miðjuna, maður getur ekki staðið kjur og það kannski hægt að hafa 3-4 fleiri hérna svona skotstæði og það að skjóta þessu hraðar en ég vil samt að ég komi með einhverja hugmyndir, eina hugmynd, bara eina hugmynd
Hvað var hægt að gera til þess að breyta þessu leik, hvað er hægt að bæta við hann til þess að gera hann eitthvað skemmtilegri. Þannig að við ætlum að skoða síðan ykkar hugmyndir og síðan bæta og breyta þessu leik þannig að verði svona aðeins skemmtilegri og áhugaverðri. Við komum með einu hugmynd, setjum á Discord channelið fyrir þennan leik eða þetta verkefni og við síðan skoðum það þá fyrir næsta tíma hvernig við viljum bæta og breyta þessu leik.